Yeah, nigga, we still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.A. Nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I roam a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. You ain't up on fame. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf. Still fucking for beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff in the crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beat bang. Still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the counters and them lolos. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.A. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the counters and them lolos. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.A. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, me and Snoop, we dipping again. I kept my ear to the streets. Signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I get through the deal. Representing for the gangsters all across the world. Still hitting the counters and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.A. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the counters and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.A. It ain't nothing but more hot shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them house and them lolos, girl. I break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas trying to be the king, but the ace is back. So if you ain't up on fame, Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off the job, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get mine regard. I'm representing for the gangsters all across the Einn, tveir. Já, góða daginn. Og verið velkomin í leik Vestra á Ægis í lengjudeildinni. Og það komið að leikviku 9. Og þið ætti að heyra hérna byrjunarliðin þegar Samúel lestu upp. Nei, gestana, en í markinu það Jæja og Jankov. Númer 2, Baldvin Þór Berntsen. Númer 5, Anton Breki Viktorsson. Heimamenn, það það númer 2 Morten, númer 3 Elvar, númer 4 Fatay, númer 7 Tufa, númer 10 Nacho, númer 12 Rafa, 14 Dennis Jallir, númer 18 það Ibrahim Balde, 23 Sælas, 40 Gustaf og númer 77 Fall. Og þjálfari David Smári Lamúti. Og bekkurinn Marvin, Bendit Warren, Guðmundur Arnar, Ívar Breki, Guðmundur Páll, Elmar Atli og Mikkel. Og þá er leik gestana í markinu í
Ivialo, númer 2 er Baldvin, Anton Breki, Ivo, Renato, Kristoffer, Stefan, Dimitri, Anton, Brynjólfur og Benedikt Darri. Og þjálfari Nenad og bekkurinn er það Stefán Þór, Daniel Smári, Arvin Tókic, Atli Rafn, Arnar Logi, Slatjan og Bele. Vestra menn unni hérna leiknismenn í miklu barðarleikum og náðu sem dálítið að stimpla sig inn í mótið, en það er ekki gengin í reki hjá Ægismönnum undanferðir, eins og þið sjáu, þeir eru komin með 1 stig og ég heldur, ef ég man rétt, búin að tapa 6 í röðu núna. Og það blasir bara fallbaráttu við hjá þeim og raunin er bara bæði lið. Ef Ægi vinnir þá Vestri komið aftur í botbaráttuna, en ef Vestrinn er að vinna þá stimplaði sér upp þarna í baráttunum þetta 15. sæti, 4. til 5. Fara þá upp fyrir Selfoss en er þá stigi eftir Gróttu, Þrótt og Þór og Teigarstöð og Grindavík. Veðráttan er ekki svo best, það mætti halda að vera nóvember en það er víst júlí. Og þannig að náðu slæmt hérna á veturna, þannig að sumrinu er svona, þá sjá fólk farin að hugsa til hreyfings, þetta er náttúrulega ekki boðlegt. En heimamenn byrja í 4-4-2 reiknaði með þess að vera að spila undanfarið eða 4-5-1. Hvað sem menn vilja kalla þá Elvar í vinstri-bakverði, Göss og Morten í miðverði, Fall hægri bakverði, Balde, Nacho inn á miðju, Sælas hægra megin, Dennis vinstra megin. Og þá er það Túfa, nei ég segi Fatah og Nacho, Túfa og Balde fram á við. Og ég verður smá tíma fyrir maður átt á mig að liða Ægismanna, númerin sjást ekkert svakalega vel. Nacho spila hann tilbaka, Göss, þannig að númerin sjást bara akkurat ekkert hérna, en það er sendingin það fram á því, það er Túfa, hann er komin í gegn og rétt framjá. Þetta er alveg ískyggileg númer í Ægismönnum að reyna að koma auga á þau. Það er hérna útspark. Ægismenn taka. Ægismenn vinna hérna boltan. Leikmenn um 2 allavega, ég sé þegar hann er í hægri bakverðinum. Það er Baldvin. Túfa. Og Ægismenn góð að finna hérna hornspyrnu. Og það er leikmaður nummer 8 sem tekur hana. Renato Bunit, þetta er litli bróðir hérna Pablo Bunit. En sko ástæðan ég sé ekki númerina þegar þeir eru eins og veðri hérna, það er bara grámygla, það eru grá, ég sé ekki neitt. En þeir taka hérna hornspyrnuna, kicks á boltan en Göss fer fyrir þetta. Fer ég að engast hérna í horninu, sýnist þér alltaf langt. Og vel spilað og það er boltinn hérna á fjær. Það er fólk, gerir þetta vel. Vinnur boltan. Þannig að Fatah hérna með boltan. Og Elvar hefur stimplað sig vel inn, hann kom inn eftir að Elmar fekk hérna fyrirlóðan og fekk fyrir
höfðhögg á móti Þrótturum. Boltinn alltaf tilbaka á Rafa. Ægismenn virðast eru 4-3-3. Og Baldi ef menn tapa þessu. Gestirnir eiga þetta innkast. Ég svona fyll inn í eyðuna til að ná gestunum. Þannig að þetta ætti að fara að koma að ég fara að þekkja mennina. Og heimamenn hérna með boltan. Það langur bolti hérna upp í horn. Trúfa missir hann. Vesturmenn vinna hérna boltan, en auðvelt fyrir Ægismenn að díla við þetta. Vesturmenn vinna hann aftur. Fata dreifur honum yfir hérna á Elvar. Gus. Sendir hann enda upp á Sælas. Dennis. Það vil að spila hjá heimamönnum, nú er að koma svo fyrir. Sælas kemst hérna upp á endamörkum. Og hann ver hérna vel. Í Vjáló. Gott spil hjá heimamönnum. Bæði liða að komast svona. Og þokkal inn í leikinn. Nú myndaðalinn í ykkur brasi. Það eru nú samt nokkur í stúkunni, þetta er nú ekki alveg sanngjarnt. Ekki alveg, annars stillist hún af. Það er Dennis sem tekur fyrstu leikatriðin hjá heimamönnum. Hár boltinn út í teg, en það var nú bara afar vont, en vindinu tók vel í. Heimamenn leika hérna gegn vindi eins og þið sjáið. Hann er sterkur, vindurinn. Hann Morten hérna. Það er mikið af nýjum mönnum í vestra, mikið endurnýjun. Og hópnum. Þetta er vel spilað, boltinn hendur upp á endamörkum og boltinn fyrir, en Ægismenn verjast þessu. Elvar með boltan hérna. Þetta er vel spilað, fyrirgjáðstöðu, góðu bolti og Ægismenn. Ég er vel ekki að koma honum í burtu. Hefum að gera vel, Sælas komin inn yfir vinstra megin. Og skot rétt framhjá. Bakteira, svona dóminakuppur, bakteiramennin í deildina sem Vestri komur inn á stað, þannig að Vestri ræði Davíð Smára. Þá einhvern veginn svona kollapsar Kórdrengjadæmið og Ægir voru í 3. sæti í annar deildinni fyrir og þeir komu sérst upp og síðan voru einhver kærumál hjá KVF og eitthvað fleira, en á endanum fengu þeir sætið. Og ég get ímyndað að það er erfitt að fá svona óvænta því að þetta gerðist nú svona í seinna fallinu þegar menn voru byrjar að rekrúta og ná í menn, en þeir ekki verið að tapa mikið stórt, en þeir eru búin að tapa
leikjum í röð, það er ekkert spurt af því það er náttúrulega náðið sigra til að halda sér í deildinni. Vel spil, það rennur Dennis, en gerir þetta vel að Elvar. Dennis sækir hann á aukaspyrnu á reynslunni. Dennis er hérna á öðru tímabili svona hjá okkur. Það er Dennis fyrr sem við taka þetta. Það er spurning hvað þetta drífur. Það taka þetta stutt, þetta er vel gert. Shippar honum hérna upp í horn og Elvar nælir enga steð á hornspyrnu. Hotspinnaðan og Dennis með góðan bolta og þeir skalla þetta í burtu. Og hérna koma gestinni frábær vörn í heimamönnum. Ivo pressar hérna sínust með Rafa og hann vinnur boltan en aftur verið enda mörk. Það passar sig. Það er útspark hérna. Nú er byrjað að rigna onni í þetta ógeðslega veður sem er hérna. Svo amma mín heitir sagði, hún myndi ekki hleypa hundi út í þetta er það leiðilegt. En gestinni vinnan er hátt á vellinum, þetta er vel gert. Og þetta er nú rangstæð, frábær sending hérna hjá leikmanni númer 10 Kristoffer. Og sýnst það hafi Brynjólfur sem átti skotið en þetta var rangstæð, en þetta var vel gert þarna hjá gesturum að vinna hann hátt uppi og það er náttúrulega leikmanni á móti þessu vind. Og heimamenn hérna með boltan. Baldi tapa honum. Gestinir hérna með skot, þetta er langt yfir. Og ég svona ná byrjanlegunni hjá þeim, hvað er menn standa á vellinum. Það sem hannaði búningana, hann tók ekki með af því að þurfti að spila í 2 gráðum á rigningu í júlí á Ísafirði. Það glansar örugglega vel á númerin í sólinni en það gera það bara alls ekki hérna í þessu. Og ég hef bara ekki séð það marga leiki með að ég þekki svona taktana í mönnum. Halda á boltanum vel. Baldvin Þór hérna. Kemur honum á Dimitri. Ég man að KFÍ í gamla daga körfuboltaliðið mætti á Þór Þorlákshöfn og þar var einn svona sameiginlegur grundvöllur milli Þorlákshöfn og Ísafjarðar, það var Steinar Hermann. Bróðir Jón Gunnar Fjólusonar, hann spilaði með Þór Þorlákshöfn og er mikill bolvíkingur. Gestirnir eiga þetta.
Dimitri og heimamenn skalla þetta í burtu. Elvar kemur hann á Baldi. Vel list hjá heimamönnum ennþá, vel gert hjá Baldi. Nær hann í engasti. Og Fall hérna með boltan. Kemur honum upp í horn en gestinni setja þetta út fyrir. Sýnist þetta að Benedikt þarna í vinstri bakgrunum. Og Dennisson hérna á boltan. Gert, en ég held þetta verði nú ekkert fallegu bolti ef veðrið fer ekki að skána því að þetta verður bara ein kös. Völlurinn er þungur. Skipting hérna yfir. Anton Fannar, Gus nær þessu. Þetta fer aftur fyrir endamörk. Ægir mun pressa hátt en pressan hefur nú Vesturmenn hafa gert það vel að leysa hana yfirleitt. Sælas hérna komið flugbrautina. Vantar hjálp en gerir þetta vel. Það heldur boltanum mögulega að fá sem andrými. Boltanum bótaði mikið og allar með heimanna. Og Vesturmenn tapa hérna boltanum. Það var Rafael. Kristófur fyrir ekki. Langur bolti fram sem Vesturmenn vinna. Það er heldur ekkert sérstakt að spila með þessu vindi, hann ekur aftur. Og Elvar. Sælas. Fall. Það ég meina ég alveg bara að halda á boltana, það liggur ekkert á, það er mikilvægt líka að fá hvíldin á milli í svona aðstæðum. Bara þetta er svona dagur að ég geti sett kaffibollan á 2 skall, þá myndi allir fá sér kaffi, það er þannig veður hérna. Boltinn hérna, þetta er ekki neitt baldunar hins vegar þetta. Heimann er nú búinn að halda boltanum núna vel síðustu mínútur. Ægir mun eiga þetta engast, sýnist mér. Nei, dómarinn tekur það tilbaka. Þetta er vel gert hjá heimamönnum. Þetta gerir vel. Nacho með hann. Góða skiptingu sinns. Já. Og Sælas. Góðan bolta og
Ná ekki að hreinsa ná þessu núna. Til brot. Það Brynjólfur sem brýtur á tennis. Tennis með boltan innan á teg og heimamenn eitthvað að gleyma víti en ég bara sé ekki svona langt og núna þannig að ég að sjá rauninu sömu útsendingu og þið. Þannig að nú konur ansi margir dropar á kameruna þannig að þetta orðið skrautlegt og það svo hátt uppi, það enginn að fara að þurrka ég get lofa eitthvað því, ekki nema fuglum fljúgandi. Það 22 mínútur liðnar og staðan ennþá 0-0. Heimamenn hafa verið sterkari en það ekki færi komið og gefa langur bolti og rangstaða. Og ægismenn hérna Baldvin. Ægismenn hérna gera þetta afar vel. Konið hérna upp í hornið. Fyrir ekki á stöðu en Vestarmenn leysa þetta. Þetta Vestarmenn svo trætt. Elvar kemur hérna upp vinstra megin en Ægismenn fljótir að skilast tilbaka að gera þetta vel. Og Baldi og Dennis gera þetta vel með góðan bolta en það engin mættur einhvern veginn. En þessi sendi kemur rauninni bara einn inn á teinum. Þarna meiðir Baldi sig eitthvað. Það meiðir sig svakalega mikið yfirleitt. Gestin hérna innkast. Skal ég viðurkenna, ég hef horft á skemmtilegri fótboltaleikinn þessar fyrstu 23 mínútur en aðstæðan bjóðinu kannski ekki upp á mikla skemmtun. Og reyna hérna boltan og skipta honum yfir. Þetta vel spilað en sendingin og bara léleg. Fara illa með stöðuna og sæla sem einn á einn. Já, ég mun vinna hann hérna. Dennis smiðan hérna út í vinstrumöðinu og hann hættulegur í þessu stöðu og Dennis inn á völlinn. Þetta var nú ófyrirsjáanlegt. Elvar með stæla hérna, gera þetta vel. Þetta vel gert hjá. Ég mun meira að halda á boltunum vel, en það var nú ég held að færi muni koma á Nacho hérna á boltanum. Ægismenn hérna, Rafael Anton kemur hann á miðjuna á Anton Breka. Rafael ser út fyrir
Fatay. Og heldur til Morten, það sér ekkert svakalega vel út. Fatay. Og ég bara Túfa, þetta er vel spilað sem það er að fylla teginn, það er ekki nóg. 2 inn á teg. Við erum að koma, Vestarmenn að koma sér góðast, fyrirgefast og allt það, en eins og sjáðu, Túfa er 1. Það var takmarkað þetta að gera. Elvar ekki rannstæðu, línan helt illa. Baldur að fara á Fatay með skot. Nú eru 3 á tegnum, en þá er eitthvað Hollywood skot hjá mínum manni Fall. Ægismenn fljótir á konunni leik. Og Görs hérna í rólegheitunum. Ég veit ekki alveg hvað þetta er, en þetta bara reddaðist ekki þetta. Já, jú, fengu engast, en þetta er kannski veðrið býður ekki upp á svona settingar. Henda ægismennum boltan, en rektorúpin gerir mig erfitt fyrir. Þetta er brot hérna ægismenn. Þetta er, ég held þetta svona kannski sá leikur, þessi vilja þetta meira muni vinna. Nú er komið svona einhver hiti og tuði í menn, ég held að mann sem bara orðið kallt, það er ekkert í þessu. Og það er ekki þyrla, ég held bara vindurinn er búinn að ná mæknum hérna á myndavélinni. Fall hérna um boltan. Og búið að taka hljóð á vellinum held ég bara. Og Dennis segja hérna með boltan. Björn og Elvar og sett ekki fyrir og Kaki að muna engu. Ég alveg held boltanum, ég sá ekki, Sælas áttur og hann síðustu snertinguna og munaði engu, vel spilað hann á heimamönnum og þarna var konir alltaf 2 inn á teginn sem hefur vantað dálítið og hérna, þetta er vel spilað. Ekki Ennett Antonin hann, númer 5, Anton Breki. Og Görs hérna með boltan. Dennis komin upp á endamörkum, það verðast þessu vel.
Fatæ vinnur boltan hann á miðinni, kemur honum framvastast á Baldi. Svo Sæla sendur með skot sem fer að varnarmanni, þannig að þetta er auðvelt fyrir Jaló. Sparkar honum að fram á við. Fall vinnur þetta. Ægismenn vinna hann hérna. Anton. Getur skimar hann hérna fram á eða á Ívo sýnist mér. Og ég byrði aftur ásögn að ég með að sjá númerin hjá gestunum, en ég held ég svona nokkuð en komið með þetta. Og annars glæsilegir varabúningar. Þannig þeir hefði mátt að tölustafinn og svarta. Morten hérna. Morten kom frá Kortingjum, aðeins og Fatæ, fylgdu Davíð. Sem Gus sem er í miðjunni líka, hann kom með á HB í Færum. Alveg upp í Midtjylland skóla. Simon Kjær, Winston Reed og fleiri góðir hafa komið. Kristján Bak Nielsen, sem aðstoðarþjálfari hann í dag. Og síðan er Mikael á bænum, hann kom frá Leikni. Fleiri Baldi kom frá Spáni, sem er að byrja. Dennis er svona öðru ári, Túfa er á 4. ári held ég alveg örugglega, 3. eða 4. Sælas á öðru, þannig að það er að mynda smá kjarni. Fall er örugglega svona 10. hann í hægri bakvörðinum. Þannig að menn er að setjast hérna, Sælas á hann og barni hérna með íslenskri konu, fljótlega. Elvar hérna með frábæra settingu. Þetta var vel gert, munaði litlu. Þú var bara ekki alveg klár. Komum hérna út af bara. Það er mjög erfitt að halda á boltanum og völlurinn er mjög þungur. Þótt hann er í góðu standi, en þá náttúrulega bjóst engi við nóvember veðri hérna í júlí. Við eftir mikið lagða vetur og vorum við von í hjarta að fengum alltaf kannski 5 gráður og ekki rigningu, en staðan er held ég 3 gráður og grenjandi rigning, þannig að það gæti fara að snjóa eða kólnar aðeins meira. Og hérna, þetta held ég að svona 10% íbúðum Ísafjarðar eru heima, ég held að það er allir farnir eitthvað, sko. Þetta er vel spilað heima og Dennisinn boltan í miður regndropa, hann fær einn kast. Heimamenn hafa verið svona mikið sterkari hvað þess að síðasta korterið. En annars hefur ekkert gert í þessu leik. Með svona framistæðinu vestur með að vera bara ágætt svona miða við. Þetta vildi maður vera komin yfir, en þú veist, það er líka líkjættir í svona leikjum að vera ekki að fá þessi mark og þarf að vinna sig tilbaka, þegar það getur verið mjög strempið. Það er enn hótspinnar á Dennis. Hún er há á fjær og vesturmenn á skallana. Ægismenn verjast vel. Og Kristófer kemur honum hérna á Ívo sýnist mér. Og Baldvin gerir vel. En ægismenn hafa varist vel og hérna
er bara búin að eiga fínasta hálfleik. Þeir geta ekkert rosa til. Það er líka erfitt að koma eitthvað keyrandi samtæðis og keppa. Og náttúrulega sjálfstöðstu örugglega lítið eftir. Og tapa 6 leikjum í röð. Fataði hérna með boltan og Sælas. Sérst fyrir liðin hafa náð þessu. Stefán. Ægismenn koma núna upp hérna vinstra megin. Gera þetta vel. Kristófer Koni gegn og 1-0. Já, þetta komur svo þruma og heiðskýru lofti. Vestramenn held ekki línu 1-0 fyrir Ægismenn. Já, reynda að segja þeir hafa verið að spila bara ágætlega og væri örugglega sáttir og þá bara komaðist yfir virkilega vel gert. Mér sýndist reyna átauga sendinguna en ég þór ekki að fullera en þetta var vel spilað og Kristófer klárar þetta glæsilega fram hjá Rafa. Vestramenn er búin að sterkari síðasta kortir en þetta var bara virkilega vel gert og Ægismenn konur yfir. Nú þurfa heimamenn að spýta í lófan og gera betur. Kristófer Rólin með markið virkilega vel spilað í Ægismenn. Þeir eru að sækja mörgum mönnum og þetta var bara virkilega góð sókn. Ægismenn konur yfir og eins og ég sagði í byrjun að þessi leikur er mikilvægur bæði liða því að ef að Ægismenn ætlar að með því sem deild verða þær að vinna og ef að mestramenn ætla ekki að sóast niður í fallbaráttu þá verður að vinna hana leik. Þannig að þetta er mikilvægur leikur fyrir bæði lið. Og þetta er kannski bara blóð på tannen hjá Ægismennum. Þarna er árekstur. Vestarmann fer í Ægismennin eftir hann sparka fram. En ég get ekki, þetta sé nú alveg örugglega brot en ég sé ekkert hversu alvarlegt eða hvað. Sýnist þetta að vera Dennis sem fyrr í einhverju svona. Hann er naskur að koma sér í svona aðstæður í leikjum. Við getum orðað það þannig. Dómarinn segja hann bara að róa sig. Já, allir sáttir. Þannig að Baldvin sem tekur þetta sýnist mér. Langur bolti hérna. Rangstað líka stil. Já, dómari leyskar sig klindin og var það. Það er Tvana Khalid Ahmed og aðstoðardómari Egill Guðvarður og Helgi Hrannar Brím. Eins og ég sagði hann, það var ágætt að vera 0-1-0 þá er þetta bara alls ekki gott hjá heimamönnum, þannig að menn þurfa að spýta í og gera þetta aðeins hraðar og fylla tegin og allt þetta verið fljótt að koma. Og ég veit ekki alveg hvað gerist, þarna er einhver aukaspyrna fyrir svipa og gerðist. Þetta Vestarmann, hann fer í hann eftir á. Þannig að Vestramenn eiga aukaspyrnu, nú er bara að svara strax fyrir sig. Það er allir varamenn Vestrafannir að hitta upp, þannig að Davíð og Daniel Batu og Brenda og þjálfarinn eru ekki sáttir með gangmála. Og það er Dennis Hjaldi sem tekur þetta sem fyrirsýnist mér. Bara hitta góðan í boltinni í deg og jafna. Hann kemur þetta fyrir og það er eitthvað Ægismenn gera vel sem fyrr. Klaufalegt þarna hjá Fataði sýnist mér. En Falgeir er vel að tefja og senda hratt. Nú er þetta Drepa Skyndirsson í fæðingu. Og gerir þetta þannig að hann fær ekki gult. Dennis Kokic sýnist mér gera þetta, það var vel.
En Vestramenn eru með góðan bekk, eru með Mikael, Benedikt Warren, Guðmund Andra, Guðmund Pál, nóga opsjónum þarna til að hressa upp og svona leikja með kraft Árni og Þór í þessum drengjum. Og nú frýs eitthvað Nacho hérna með boltan með skot sem eru ömurlegt. Ég myndi vel að sjá bara Guðmund Arnar og Mikkel kom inn í hálfleik. Það þurfum ekki kraft en það... Já, ég held að þetta skipta flestum út af bandi Dennis Sælas Túfa. Það þarf eitthvað meira en þetta. Þannig að það eru komin á 42 mínútur og Ægismenn leiða hérna 1-0. Frábært marki á gestunum. Kristóf skoraði. Hérna hann alltaf með boltan. Þetta virkilega vel spilað. Kemst hérna aftur fyrir Vestramenn. Fall gerir þetta snyrtilega. Þessi eru búin að skipta kanta núna. Jú, Brynjóla sýnist mér. Þetta Ægismenn vinnan hérna hátt á vellinum. Gera þetta vel. Fata í nærunum. Sækja þess að Nacho. Kemur honum hérna út. Það var að Dennis sýnist mér. Chippar honum í gættir. Já. Þetta ekki að ganga í heimamönnum. En ég held að Ægismenn fari mun sáttar en í hálfleikinn hafa bara spilað þetta vel. Hafurinn ekkert fengið þessu færið og Vestir að komast í ágæti stöður og komnir 1-0 yfir. En það verið töff að spila á móti vindinum en hann er eitthvað að lægja, þannig að hvað veit maður? Það væri held ég bara fínt fyrir alla þessi rigningkætti að þetta er algjör óþörf að spila í þessu. Þetta... Ég skil þetta ekki alveg því að fram á markinu eru bara í leikunni jafnvægi og síðan einhvern veginn bara... Það eru bara Ægismenn að vera miklu betri eftir að skoru og hérna... Bara eins og Vestramenn er ekki allt í einu til staðar þarna sko. Valdi. Og sendingin hérna upp og hann gerir þetta afar vel hann. Jú. Það er að hrynja inn skilaboðin á mig. Þetta er útsending og kameran er í 6 metra hæð. Það er enginn að fara að þurrka af. Þannig að í þessu vindi er það náttúrulega bara, þú getur alveg svoppað fram með bjargi. Dómarinn labbar ákveðin og það er guldspjald á Morten. Vestramenn mega nú ekki farið í svona vitleysu. Ekki netta 2-0 undir fyrir hálfleik. Og ég er að horfa á sömu útsendingu þegar en ég sé ekki neitt og það svona er erfitt að lesa númerin í Ægismönnum. En þetta er eiginlega óþolandi að horfa á þetta. Ívar Pétursson stakk upp að senda Sammi upp. Mér finnst það frábæra hugmynd en ég veit ekki hvort hann fari í það. Og það er aukaspyrna hérna hjá gestunum. Þetta er eitthvað grúsitil útfærsla. Nacho gerir vel.
Þetta svona veður sem átt bara að negla inn í. Gera þetta, Stefán. Kemur hann tilbaka. Og það kominn hálfleikur. Enginn feginn og allir sem að horfa á leikinn. Það þetta bara allir búin að andlega, en við komum að vörma spori og fá okkur nú kaffibolla. Skal reyna að senda sama brunaverðu upp og þurrka af þessu fyrir okkur. En við sjáumst á vörma.
Liðin eru komin út á völl og partyplaylistanum sama er að klárast. Þá fyrir seinni hálfleikur senn að hefjast. Engar breytingar gerðar á liðinum í hálfleik. Setjum þetta í gang og áfram vestri. Ægismenn byrja hérna með boltann. Það er langur fram hérna. Þeir leika gegn vindinu núna. Gestirnir. Sami var ekki klár að fara að þurrka myndavélinni, þannig að við verðum bara að lifa við þetta. Það voru engar breytingar gerðar á liðunum í hálfleik. En ef að heimamenn fari ekki að gera eitthvað fjandann, þá held ég að vera stutt í næstu skiptingu. Og Sami byrjar að öskra hérna á liðið áfram. Sendingin hérna yfir. Og Ívo hérna væntanlega með boltann held ég. Og Vestramenn vinna þennan strax. Gus. Reiknum að Davíð hefur bara sagt gerar sem Vestramenn þurfa að gera. Það er að gera rauninu bara allt hraðar og líka bara negla fyrirgjánu með jörðinni. Það er ógeðslega erfitt að díla við í svona bleitu og svo sjá það eru menn á raskatinn út alla völl. Þetta er Kókits kemur honum hérna yfir á Ívo sýnist mér. Hann kemur honum hérna á Anton. Gestirinn hérna hægra úti hægra megin. Sjá, það eru tvö skemmtilega skipi í höfn og Snekkja og nýja Laxaskipið og hvort þetta sé ekki bara júlinn komin í höfn frekar en Páll. Það er líf og stuðnir á höfn. Ef menn vinna þetta er gott. Ægismenn með skot. Þetta er markspyrna. Ægismenn byrja hérna seinni hálfleikinn vel. En það eru allir varamenn farnir að hita upp. Ég skil nú þetta ekki, við erum með vindi og þá bara setja þetta fram með að pressa okkur. Það verður alltaf deflection alls staðar. Þessi seinni hálfleikur snýst bara hver vinni fleiri seinni bolta sko. Þegar hann er kominn á stað aftur hérna. Og Kristófer er búinn að vera skeinahættur þannig að hann fengi boltan. Þetta er vel gert. Þetta er allt margar snertingar, nú getur færsnendingur hraðar. Sælas kominn hérna sprett upp kantið með góðan bolta fyrir og Baldur lætur að fara. Þannig að hann taka með sér. Ætti þessu krúsidólum að gera þetta bara einfalt. Fara í Tony Púli-skólan. Kannski ekki alveg þannig en svona. Sælas kemur hann á ferðina, þetta er vel leyst hjá Benedikt, held ég alveg örugglega, já, hann er hérna í vinstri og Rafael hérna fyrir liðinn. Hann hefur minn vinnað þetta á Balde. Gerir vel hann der, kemur honum út. Það eru mest menn út á margar snertingar og við verðum að halda breytt betur kantmenni verða bara vera út í línu, ekkert vera að koma inn á við. Eða þó bakkurinn er í einhver útfærsla. Þetta er búinn að vera alltaf saga leiksins hjá Vestra.
Það heppin að fara aukaspyrnu þarna, þetta var svo illa gert en þetta er sjálfsög aukaspyrna. Dómarinn er búinn að vera frábær og má alveg komið til skila. Bara staðið sig afar vel. Og veit ekki, já, Nacho tekur þetta fljótt en þetta er alveg skelfilegt. Boltinn upp í horn. Til gert. Svona já, færi snertingar á aðmarkinu, Balde. Fatay. Líka færi hann betur á milli kanta, nákvæmlega þarna. Elvar hérna með boltann í góðri stöðu. Dennis með boltann hérna og það er mark! Tufa skorar þriðja leikinn í röð. Dennis með frábæra sendingu. Tufa kemur þessi markið. Þarna kom hann út í breiddina og fyrir. Kom bara áfram gakk. Vel gert. Heimamenn svara strax fyrir sig. Það var leikmaður númer 7! Vladimir Tufakiewicz! Kom on svo! Áfram vestri! All of you, keep going, come on! Ægismenn sem að hita upp, þeir standa hann í halur og ég er ekki viss hvort þeir eru einhvern leik. Nei, ok, þeir eru byrjað að hita upp. Ég held að tímabilið væri að fara að hlaupa í skarðið eða eitthvað. Og Rafael hérna. Langur bolti, Falgeiri vel. Kemur hann að Sælas. Þetta er vel gert. Færri snertingar, fær hann frá hægri til vinstri. Þá mun þetta koma fljótt. Ægismenn fá hérna boltan, gera þetta vel. Brynjólfur. Það heldur hún vel. Væstarmenn vinnan. Hérna með boltan, gera þetta vel. Skiptingun yfir á Sælas, tekur vel við honum. Nú eru vestarmenn að fylla betur á tegin. Það er strax konið 3 inn á teg. Átsendingin komin inn aftur. Sko, hann hindrar Sælas með sínu, Sælas slæma hönd í hann. Þetta er, ég sé ekki hvaða leikmaður þetta er, sem liggur, jú, sýnist þetta að vera Brynjólfur, út fyrir, jú. Syns Dennis taka þessa. Dennis tekur hana. Kristó skallar þetta í burtu. Fall vinnur þennan. Ægismenn komur strax í leik.
Ægismenn komast hérna upp, en þetta er brot á Ægismenn held ég alveg örugglega. Túfa, Sæl og Baldi. Þetta er Gókic með góðan boll. Nei, það var nú langur þessi. Og fall hérna. Fall með Gusti hérna, kemur honum á Baldi. Hann tapar honum. Hann spila alltaf tilbaka, Rafa hérna með bolta langan. Túfi tekur hann vel niður og það er á Baldi. Og Fall kemur inn á endamörkum. Bolta fyrir. Þetta er dauður í teinum en Ægismenn vinna hann. Og Ægismenn gera þetta af vel. Komin hérna að teignum. Kristó með hann inn í teig og ég var að verjast þessu vel, búinn að tvöfalda á hann. Og hann tapar honum vel gert hjá heim, hann fljótið tilbaka hann og loka á hann. Og það er Dennis. Og Fatai með liðan bolta. Koma Ægismenn. Gókic. Þetta er vel spila hjá Ægismönnum. Koninu upp endamörkum. Nánu fyrir. Það er þreföld skipting hjá heimamönnum. Það er Gummi, Mikael og Benó sem er að koma inn á. Hotspinner sagði Ægismenn já. Og siglir hérna yfir allt en þeir fá hann aftur í góðri stöðu. Eða betur en hodni og þeir koma hann með tegja 2-1. Ekki rangsta. Ég hreinlega sé ekki hver skoraði. Þetta er dýrt hjá heimamönnum. En Ægismenn voru ógnarétt að hann konu 2-1. Baldvin Benson sem skoraði mark Ægismenn. Það er Baldvin Benson sem skorar möðurinn. Staðan 2-1 fyrir gestunum. Hvað hefur að gíska á Sælas, Baldvin og Baldi út. Komaður inn á Guðmundur Arnar, Mikael og Benó.
gestirnir er líka að fara að skipta. Vestramenn þarf að gefa breytingar á liðsinu. Út á kemur leikmaður nummer 23 Silas Sonani og inn á kemur leikmaður nummer 11 Benedikt Warren. Út á kemur leikmaður nummer 18 Ibrahima Balde og inn á kemur leikmaður nummer 15 Guðmundur Arnar Svavarsson og út á kemur leikmaður nummer 3 Elvar Baldvinsson og inn á kemur leikmaður nummer 80 Mikael Jakobsen. Koma svo áfram Vestri! Mikael kemur inn í hóluna, Benó kemur inn hægra megin og Guðmundur Arnar í vinstri bakvörðinn. Ég sagði nú, ég hefði viljað fá Guðmund inn á í hálfleik, hann er bara þannig fót sem held ég nýtist í þessum aðstæðum. Þannig kemur Guðmundur öflugan vinstri fót. Og nú þurfa heimamenn að gera svo brók, en Ægismenn hafa bara spilað vel í dag. Það er ekkert hægt að taka það, en Kristóf hérna boltan og Vestramenn bara búin að vera slagir. Kokits með hann á vinstri og þessi rétt framhjá. Menn er að gera þetta allt svo hægt. Þá döðt undir á móti næsta leinu. Kannski óþarf að taka sér 30 sekundur í útspök. Bara byrja í helvitisleikin. Mikael þetta vel spilað og Túfa. Gerir þetta umulega. Benó búinn að vera meiddur. Fall kemur út með endurmörkum. Nær ekki fyrsta varnarmann, þetta er dálítið lýsandi. Fatay vinnur hann og boltið dettur út á teig og það er skot, frábær vörn. Það er Guðmundur Arnar, vinstri fóturinn. Góða sending og fjær. Það aukaspil á Túfa, hann fer örugglega undir manninn. Tvöföld skildi gestunum, leður búinn að læra liðu. Áhest bara næsta challenge. Það er leikmaður númer 19 sem kemur út allavega. Ægismenn ætla að gera breytingar á sínu liði. Út á kemur leikmaður númer 19 Anton Hann Kjartansson og inn á kemur leikmaður númer 20 Zlatan Mihanovic og út af kemur leikmaður númer 27 Brynjólfur Þór Eyþórsson og inn á kemur leikmaður númer Sjá. Já, þessi kom inn á leikmaður númer Komið svo Vestri áfram! Zlatan, hann kemur í vinstri bakvörðinn og Benedikt fer yfir í hægri. Og síðan veit ég bara hreinlega ekki hérna skiptinguna. Þannig ég kemst fljótlega að því held ég. Alltaf leikmaður númer 27 fór út á Brynjólfur á kantinum. Og hjá mennina tegur Túfa. Dennis gerir þetta vel. Og kemur hann inn á teginn og Benedikt hittir hann ekki. Og góð pressa frá heimamönnum. Þannig að heim bara Ægismenn hafa bara verið betri hérna í dag. Það skilur ekki mikið að svo sem, en það munar samt. En það er nóg eftir og Ægismenn hérna boltan og hann er ennþá Kristóf að gera einhver
og með skot sem Rafa nær. Þarna munaði gömlu góðu eldspýtinu held ég hann hafi mist hann. Það brotið hann á Fall. Góð getur skerið það. Ég reyna að komast að skiptingunni. Hvað kom líka inn á? Ég veit ekki alveg. Það er eitthvað góður maður sem kom inn á. Davíð á okkur orðaskiptina línuverðin. Já. Fall hérna með höfug. Ég er ekki alveg að sjá hvað er að gerast á vellinum. Hvað þetta kom, boltið var hinum megin. Fall stendur upp, allt í góðum. Það er bara dómarakast, Vestarmenn byrja með boltann. Það er langur bolti hérna, Túfa tekur hann niður, gefur hann á Benó. Það er alveg góð kraftur með skiptingunum og það er bara að nýta sér það. Benó með geggjaða settingu hérna á. Frábær vörn þarna hjá Ægismönnunum. Það er Benedikt nr. 30. Fatay gerir þetta vel. En Ægismenn verjast vel. Góður bolti en Rafa er held ég alveg með hennan. Já, já. Kokis er alltaf komin hérna út vinstra megin. Og það er Atli Rafn Guðbjartsson sem hefur komið líka inn á miðjuna. Hann var búinn að finna út úr þessu. Og hvað er komið inn á? Heimamenn hérna með boltan. Lítið að gera svo sem í leiknum núna. Fatay. En þú veist, Vestarmenn komst í góða stöður en það gerast ekkert með hann sko. Ægir kemst í stöður og þá skorar það bara. Þetta er allt og hægt. Allt og margar snertingar. Túfa með ykkur halspinn og Benó nær og niður og það er skot rétt framhjá. Já, Nacho. Þetta var betra. Þetta Batur einmitt að koma inn á þetta. Þetta er allt og hægt. Við þurfum að færa bolta hraðar. Spila honum hraðar. Þetta var helvíti ódýrt í heimamenn og hvert að þeir eru lengi með útspörka þegar við það er svo Rafa sopni í hvers getur sér að taka útspörka tekur svo langa tíma. Og hefur með leysað þetta. Rafa færir hann yfir. Guðmundarnar. Það er mitt máli að taka allir 3-4 snertingar. Það er bara 1, 2. Það er allir í stöðum. Það færa hann miklu hraðar. Þarna 3 möguleikar, tekina 3 snertingar og sent í varnarmenn. Þetta er það er ekki geta Ægismenn svo lauðulega færs í stöður. Þetta er vel gert við Fall. Góða skiptingu hérna. Dennis missir hann. Dennis er nú ekki alltaf sem besta leik. Já, það eru 20 mínútur eftir á leiknum. Ægismenn leiða hérna 2-1.
Mörkgestina er Kristófer og Bandinn sem skoru og Túfa skoraði mark Gefmanna. Ægir komst 1-0 yfir og Vestramenn jafna síðan. En nú er Mikael komin på endamörkum og settingarna út. Ódýrt, dómarinn er ofan í þessu. Nú er allt farið í taugarnar á heimamönnum. Það er útspark hérna á Ívaljó. Það er bara Íva, kalla það út leikinn. Það er ekki alveg nóg sleipur í þessum nöfnuvöllum. Vel gert hjá Túfa. Gæl. Þetta er betra en hún er 2 snertingar. Þá verða þeir að hlaupa lengri hlaup í vörninni, þá kemur fól með þetta ævintýralega bull. Kristó gerir þetta afar vel. Það er góða leik. Komin út á kant á Kókic. Gott utan á hlaup. En Vestri verst þessu vel. Það er hotspinna. Ægir skorir nú bara á síðustu hotspinnu sem við fengum. Held ég alveg örugglega. Hotspinnin er á teig og hann dettur hann á döður, en þeir fá hann alltaf á æðislegum stöðum þannig að vinna hann aftur. Og þetta er vel gert hjá Vestra að verjast vel. Sluta Benón Ægismann gera þetta vel. Og Conny allt í einu hérna bara í frábæra stöðu på endamörkum. Og góð vörn hjá heimamönnum. Þetta er Otto Baldvin Þetta þarf að spjalda Ægismanninn. En ára gagg. Það er langur bolti hérna. Þetta er alltaf erfitt. Þetta er alveg það þarf að vera einhverju skil og ég veit ekki hvort það getur verið að koma hún alla leikinn, þeir eru bara að koma honum upp kant til að spila hraðar út. Sá ekki að fatta að það var eitthvað, hann liggur hérna Ægismaðurinn. En ég veit ekki
Þetta ekki alveg hvað skeiði, það komið smá hiti í þetta, heimamenn eru mjög pirraðir. Þetta allt of flókið en að fá engasti heimamenn. Túfa hérna. Heimamenn engast inn í hondinu. Mika tekur þetta. Benó. Vel gert og Benedikt fær hann í hælinn. Goggins kemur tilbaka en Morten með hann. Hún sjáði að það bara einn inn í teig á heimamönnum. Hún fylla teig, Benó úrkunni 4. Benó boltan á vinstri, hann skýtur en heimamenn halda þessu. Dennis með boltan, kemur inn. Pikkar hann bara fata, kemur hann á Guðmund. Hann hefur frábæra vinstri fót. Góðan bolta. Dennis, hann getur að tekja niður á 1. Betra hjá heimamönnum. Það ennþá nóg eftir. Kortir af venjulegu leiktíma og það er ykkur uppbót. Það er bara 20 mínútur eftir en Vestaramenn samt ekkert svona, þetta er svona hálffæri góðar stöður en ekkert svona skipting á gestunum. Ægismenn ætla að gera breytingar á sínu liði. Út af kemur leikmaður númer 8, Renato Puniet og inn á kemur leikmaður númer 18, Arnar Logi Sveinsson. Koma svo frá vestri! Já, Renato Puniet kemur út af og inn á kemur leikmaður númer 18, Arnar Logi Sveinsson. Hábolti hérna upp. Fall. Þetta geta. Það er hann að skalla bolta á Fall. Hann grist á þessu fyrir Háll sem Háll þarna, hann vinnur flest einví. Ægir á þetta. Ægir hafa bara spilað hann að leika sínu styrklingum, hann hafa bara gert þetta óbúslega vel, hann á að halda tempo niðri, sækja vel og rétt. Og já. Langur bolti hérna. Túfa Ben og hleyp, það er algjör misskilningur. Túfa gerði vel fannst mér. Langur bolti hérna upp. Morten losar þennan. Kristó mætti sér fyrr. Göss á stað. Nacho með boltan á miðinni, kemur hann hérna á Benedikt Warren. Hann nær ykkur inn engu kontról á boltanum, hafði samt meiri tíma held ég en að heilt. Og það er sem að gera þetta afar vel. En hefur minn vinnan hana. Benó í góðri stöðu, kemur hann með Dennis. Nú er tækifærið og Dennis með skot. Frammi á þetta var betra.
Rafa með langa bolta. Ægismenn vinna hann hérna. Fataði. Þetta er betra nú er hann á tvöföldun út á kanti. Boltinn fyrir. Það spilur þessu vel. Þannig að hérna engast 10 mínútur eftir að það svo sem liggur ekkert í loftinu að heimamenn sé að fara að jafna. Fall, og Rafa setur hann bara beint út af. Mekkar með góða þetta var ekki góða skipting, ég tek þetta tilbaka, Ægismenn vinna bara. Og svona finnst mér leikunum að spilast upp í hendina á Ægismönnum. Og Rafa kýlir þennan. Sýnist hann að reddast, Dennis. Kristoff. Hann bara alveg. Ægismenn halda boltanum með hann, Vestri eru bara einhvern veginn út allt og ekkert þéttir og já, ná hann hann. Skipting, Guðmundur Páll. Fataði fyrir út af. Vesturmann að gera breytingar á sínu liði, út af fer leikmaður nummer 4, Fataði, og inn á kemur leikmaður nummer 17, Guðmundur Páll Einarsson. Koma svo Vestri, upp með þetta áfram, koma! Áhorfendur, gefum okkur 5 mínútur í að kveikja liðið áfram, koma svo Vestri! Páll kemur inn í hægri bakvörðinn. Fall í vinstri. Garnacho Ben á miðjunni. Líkast til og Guðmundur Arnar í hólunni. Aukast þetta Ægismenn og gult spjald. Skipting hjá gestunum. Ægismenn ætla að gera breytingar á sínu liði. Út af kemur leikmaður nummer 10, Kristoffer Rólen, og inn á kemur leikmaður nummer 45, Bele Alamarovic. Bele kemur inn fyrir Kristoffer. Áfram, upp með þetta! Hann er búinn að helvíti góður í dag upp á topp að halda boltanum. Fimm mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Dennis, Fenó, Guðmundur, þetta er vel gert og boltið fyrir. Það er engin vestramaður á marktæknum. Það menn engan áhuga að jafna þetta. Það er eiga þetta. Mér finnst það vel gert hjá vestramönnum, en það er bara
Þannig Guðmundur Páll alveg einn út hægra megin og Nóa mönnum vinstra megin. Dennis. Væri hornspyrnu. Dennis tekur hana sjálfur. Dennis tekur þetta. Boltinn inn að teig. Ægismenn skalla þetta. Önnur hornspyrna. Guðmundur Arnar takið þetta. Guðmundur Arnar tekur þetta. Frá hægri, vestar með Hrúastinn og Martein, mikil barða. Guðmundur með góðan bolta, en Ægismenn á þessu og þá er það Dennis. Það var það aftur, Guðmundur var með góðan bolta. Þessi aftur góður, Ægismenn verjast bara mjög vel. Ennin hornspyrnan og Benó tekur hana, eða Dennis. Þetta er að Dennis. Dómarinn er að segja að hætta að knúsast hann inn á teg. Góður bolti, þeir verjast þessu vel. Guðmundur og Guðmund Pál. Þetta er vel gert Guðmundi, en ekki góð sending. Guðmundur Pál þarf að senda hann alla leið tilbaka á Fall. Fall með góðan bolta á Morten. Guðmundur Arnar með skiptinguna yfir. Þetta er betra. Dennis gerir kjást upp að endamarka með góða bolta og Mikael. Vestarmenn halda pressuna áfram. Hvers kemur honum hérna á. Þetta siglir í strand. Ægismenn, það er að koma 88 á klukkuna, er að sigla þessu sigri heim sýnist mér. En ég vona innilega að ég hafi rátt fyrir mér. Fyrsti sigurinn í ár kemur hérna á kvöldum sumardegi fyrir vestan sýnist mér. En það er ennþá nægur tími eftir að jafna. En eins og ég segi, heimamenn er ekkert, hvað ég segja, þetta er ekkert í kortunum hins manni. Ívom boltan hérna, hvað skerir vel, kemst inn á milli. Getum gert þetta miklu hraðar. Og Guðmundur Páll gerir þetta vel. Ægismenn verjast vel sem við. Ægismenn eiga þetta engast. Þetta er gróf tækling í Ægismönnum við Bale. Gult spjald. Tvær að 3 mínútur bætt við, heyrðist mér. Það var ekkert annan að skúra þessu. Hann er boltinn en hann grípur óbúslega vel hann inn í.
Hvort hann sagði 4 mínútur. Nei, 2 mínútur. Ég ekki alveg viss hvort ég heyrði 2 eða 4. En það kemur í ljós. Bolti hérna á Túfa, skallar hann. Guðmundur Arnar kominn, en hann grípur sig fyrir mjög vel og frábæra leik. En og Ægismenn bara búin að drepa leikinn helvíti vel síðustu 10 mínútur og Vestramenn bara þetta byrjuð seinni hálfleik að jafna, þá einhvern veginn bara farar í sama bulli strax. Dennis kemst hérna, þetta góð staða, allar einhver inn í teig. Já, Mika! Rétt framhjá. Hann orðið að verða maður leiksins hérna. Hann í Valjó. Þvílíkt markvarsla. En líka á sama tíma illa að fara með gott færi. Og Guðmundur Arnar. Ægismenn bara er rólegur og Kokic hérna í spretta við Beno. Beno gerir vel. Dennis snýr hann og Kokic að sér. Guðmundur Arnar. Og Mikael. Þeir hendur svo engast. Uppbótartími hlýtur að vera 7 mínútur. Formari kominn í mækinn og hendur 7. Það lítur á brot, já. Það eru komna 2, þannig að þetta hafi ekki verið 4 mínútur. Það kemur í ljós eftir þetta. Hann flautar þetta náttúrulega af eftir mómenti ef það er þannig. Dennis með boltan. Kokic skakar þetta burtu. Boltinn tegir Gus, hann skallar þetta aftur fyrir. Þetta fyrsti sigur Ægismannu sem var eftir 6 tapleiki í röð, virðist alltaf að koma hérna á Ísafirði. Það hefur svona engill botliðinn, því einhvern veginn geta alltaf komið vestur og ná sér í. Þetta skeiði með KVF í fyrra, það var svipuð stað, þeir mæta hérna í Sláturöfu vestra. Þannig þetta voru ekkert mikið fleiri sigurleikir eftir það sumarið. Guðmundur Páll, góðan bolta, Túfa lætur að fara, Mikael með á Dennis. Enn og aftur of lengi. Þetta er hotn eða fyrir út fyrir. Lista gert hana á leikmannu númer 20. Það er nú Vestramenn að halda pressunni. Beno gerir þetta vel, tjekkar út. Boltinn á vinstri. Guðmundur Arnar með eitthvað. Ég bara aldrei séð þetta, hvað þetta var. Guðmundur Páll. Boltarinn á tega hættulega þeirra allt. Það er engin nálægt varnarmönnum. Ægis. Leikurinn heldur áfram. Við komum út í sjó sínust með boltanum. Og leikurinn, já, hann er flautaður af eftir 4 mínútur. Og Ægismenn fagnar sínu fyrsta sigri hérna og en sleðildum við þykir að segja það held ég hann sé verðskuldaður. Heimamenn ekki sáttu við uppbótartímann en mín upplifun, ég held við geta spila hérna fram á miðnætti og ég held við höfum ekki skorað mikið. En við þökkum fyrir okkur og Jónafólk notið dagsins. Takk hérlega.
blómlegt líf. Spilum helgar, vítt og breitt, á Ísafirði og Hnífsdal, Bolungarvík. Ég sæti